Well, good evening, everyone. Góða kvöldi öllsumul. Nice to see you all. Gott að sjá And ykkur. welcome to the first night of our conference. Velkomin á fyrsta kvöldi á ráðstefnun okkar. My name is Ron. Ég heiti Ron, This is Dagny. þetta Dagný. And we are so glad to be able to serve you tonight. Og svo glöð að fá að þjóna til ykkar í kvöld. We want to just let you know that, first of all, we are called I Am Equipping Center. Í fyrsta lagi þá erum við kallað I Am Equipping Center. And our purpose is to fulfill the mandate that the Lord has given to us. Og tilgangur okkar að uppfylla þá skipun sem Drottinn hefur gefið okkur. Preparing the body of Christ for works of service. Og undirbúa líkama Krists fyrir þjónustuverk. And so that is the reason why we do what we do. Það ástæðan fyrir því að við gerum það sem við gerum. And from time to time we always inviting folk to come to Iceland to come and share with us. Öðru hvoru þá bjóðum við fólki til Íslands til þess að deila með okkur. And tonight is no different. We have two very exciting guests with us. Og í kvöld nákvæmlega það í gangi. Við höfum And mjög spennandi gesti hjá okkur. Bjarki is going to introduce them to you in a moment. Bjarki mun kynna þau Later fyrir on. okkur á eftir. Sorry. But before we go any further, just want to give you some announcements. Áður við höldum lengra þá ætlum við að koma nokkrar tilkynningar. We usually have our meetings here on a Thursday night. Við hittumst yfirleitt hérna á fimmtudagskvöldum. We are a very unconventional church. Við erum með mjög svona óhefbundin kirkja. Where do you have your Sunday services? Hvar eru sundarsamkomunar ykkar? Actually, we don't. Við erum ekki með þær. We have our meetings on a Thursday night. Við hittumst á fimmtudagskvöldum. It's right here at 7 o'clock. Hérna klukkan 7. And next week, we have another guest. Næstu viku þá fáum við annan gest til okkar. We have Russ Klein with us next week. Hann heitir Ross Klein sem verður með okkur í næstu viku. And please feel free to come and join us. I believe it's going to be good. Þannig að við bjóðum ykkur velkomin að koma og vera með okkur. Trúið þetta verður mjög gott. You may be interested in this one. Þú hefur kannski áhuga á þessu. Earlier, at the beginning of this year, we had Joan Hunter with us. Í upphafi þess árs þá vorum við Joan Hunter með hjá okkur. Joan Hunter is a healing evangelist, and she equips people in the healing ministry. Joan Hunter lækningatrúboði og hún þjálfar fólk upp í lækningaþjónustu. Now, from the 18th to the 20th of September, she's going to be hosting a healing school. Og 18. til 20. september þá verður hún hérna með lækningaskóla. And so there's going to be a lot of teaching. Það verður mikil kennsla. It's going to be 3 full days of teaching. Þetta verður 3 heilir dagar af kennslu. Okay? Now, Tara is somewhere in the building. If you need to know anything more, you can speak to Tara or you can speak to Dagny, and they can give you some more information concerning the healing school. Og ef þið viljið fá frekar upplýsingar þá getið talað hana Töru eða hana Dagníu eftir og það geta gefið ykkur frekar upplýsingar I'm not quite sure what it's going to cost. Ég ekki alveg með á hreinu hvað það muni kosta. But there is a charge to it, and there are some books that you've got to read because the course is certificated. Og það kostnar á bakvið þetta og það ákveðnar bækur sem þið þurfið að lesa. Þannig að þessi kennsla hún gefur ykkur skírteini. So that is the 18th to the 20th of September. Please put this in your diary. Þetta 18. til 20. september endilega skráðu til dagbækunar ykkar. Those of you that were here with us in January when she was here, I mean, we were just blown away every night to see how God was just setting people free and healing them. Þið sem voru með okkur hérna í janúar með henni, þið munið eftir að það var hverju kvöldur betra hvað Guð var að gera varðandi lækningar og kraftaverk. So what is my prayer for this weekend? Þannig að hver bæn mín fyrir þessari helgi? I've been praying about this weekend, and the other morning the Lord spoke to me, and He brought a very strange passage to my attention. Ég búin að vera að biðja fyrir þessari helgi og Drottinn kom með svolítið sérkennilega ritningu til mín varðandi þessa helgi. And it's a couple of verses from Acts chapter 9. Þetta nokkur vers í Postulasögunni 9. kapla. You remember when Paul was trying to persecute the church? Þið munið þegar Páll var að ofsækja kirkjuna. And God met him on the road. Og Guð hitt hann á veginum. And the Bible says,
As he neared Damascus, it's chapter 9, verse 3, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him, and he fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Í versi 3, en þegar hann var á ferð sinni kominn í nánd við Damaskus, leiftraði skyndilega hann ljós af himni. So the Hann other féll morning- til jarðar og heyrði rödd segja við sig, Sál, Sál, hví ofsakið þú mig? So the other morning I asked the Lord, now why did you have to let a light shine? Og ég spurði drottinn hennar morgunin, af hverju þurftu að láta ljós skína? Couldn't you just let this dude fall on his head? Gast ekki bara láta hennar gaur dett á hausinn? And the Lord said to me that he needed to deal with his sight. Og drottinn sagði við mig, hann þurfti að eiga við sjónans. You see, when the glory of the Lord, when you come into contact with the glory of the Lord, Þegar þú kemst í snertingu við dýrð drottins, there is a spiritual blindness that comes upon you. þá andleg blindni sem kemur yfir þig. To the point that whatever represented you way back, Að þeim stað að það sem að þú var skilgreindur með lengst aftur í tíman, you now become blind to. þá verður þú núna blindur That fyrir is því. why Paul said in Philippians, he said, whatever was to my benefit, Þess að segja Páll í Filippi bréfinu, það sem að var mér til, sem að var gott fyrir mig. I now count as loss. Þá lít ég á það sem að ég hefi tapað. The light of the glory of God brought a blindness upon him. He became blind to his past. Ljós dýrðar drottins kom með blindni yfir hann var blindur fyrir 3 fortíð sinni. days later, he opened his eyes and he was brand new. 3 dögum síðar þá opnaði augun sín og hann var glænýr. I am trusting God that we would be struck with the glory of God to the point that things change. Og ég hef trú fyrir því að við munum vera slegin af dýrð Guðs þannig að við verðum blind fyrir fortíðinni. God wants us to move from glory to glory to glory. Guð vill við færum frá dýrð til dýrðar. And that's my prayer for this weekend. Og það bæn mín fyrir þessari helgi. That we would be struck with the glory of God. Að við verðum slegin með dýrð drottins. That a blindness to who we were and the old paradigms that we functioned in and our old mindset, we'd be totally blind to that. Að við verðum algjörlega blind fyrir hver við vorum áður og hvernig við skilgreindum okkur And áður. that God would open our understanding to something new and something fresh and something glorious. Og Guð muni opna skilninga okkar fyrir einhverju nýju, einhverju fesku dýrð Guðs. Now, will you join with me in prayer Viljið biðja með mér as we just trust God to do that this weekend? að við treystum Guð til þess að gera þetta helgina. And so, Father, we just thank you that we can come into your presence tonight. Það við þökkum þér að fáum að stíga inn í nærveru þína í kvöld. Thank you for this blessed and glorious opportunity to just look to you Takk fyrir þetta blessaða tækifæri til þess að fá að líta til þín. as we begin this Overcomers Conference tonight. Þegar við byrjum þessa ráðstefnu að vera meira sigurvegarar. I thank you that there is an overcomer's anointing in this place tonight. Ég þakka þér fyrir að það sigurvegara spurning á þessu stað í kvöld. And that indeed the light of the glory of God Og ljós dýrðar drottins would touch us. muni snerta við okkur. That we would no longer be stragglers, but that we would be overcomers in Jesus' Við name. munum ekki vera að hika, heldur munum við vera meira sigurvegarar í That we Guði. would not be wanderers anymore, but warriors. Að við verðum ekki þau sem að ráfa heldur verðum við stríðsmenn. That we would be called the people of God. Við verðum kalla fólk Guðs. That we would be doing what you have mandated us to do on this earth in Jesus' name. Að við munum gera það sem þú hefur smurt okkur til þess að gera á þessari jörðu. And so, Father, I pray that even as we just spend these moments in worship, Og ég bið það að þegar við dveljum í lofgjörð, may the tangible presence of our God come and touch our lives tonight. megi snertaleg nærvera Guðs koma og snerta líf okkar í kvöld. We want to say to you, Father, Við viljum segja við þig, Faðir, we love you with all of our hearts. við elskum þig af öllu hjarta. Teach us to love you more. Kennd okkur að elska þig meira.
We worship you with everything that is inside of us. Við tilbyrðum þig með allt sem innan með okkur Teach us to draw even closer to you. Kennd okkur að dragast enn nær þér. And as we worship you tonight, Og þegar við lofum þig í kvöld, cause us to hear your voice. fáðu okkur til þess að heyra Cause röddina, us even to feel your breath. að við finnum andadráttin Cause us to sense your heartbeat. og við greinum hjartsláttin And then cause us to experience the touch from your hands. og við megum upplifa snertingu handa þinni. In Jesus' Í name, Jesú nafni. amen, Amen. amen, amen. All right, worship team, God bless. Holy Spirit, take over our emotions, take over our heart. We welcome you, Holy Spirit. Move. Í lofgjörð vil ég gefa þér allt. Í lofgjörð vil ég gefa þér allt. Því Jesús, þér vil ég ætíð þjóna, syngja hjartans dýpstu tóna. Í lofgjörð vil ég gefa þér allt. Ekkert annað nafn getur frelsað, ekkert annað nafn getur læknað, ekkert annað nafn gefur líf og lausn og líf. En nafnið Jesús, ekkert annað nafn getur frelsað, ekkert annað nafn getur læknað, ekkert annað nafn gefur lausn og líf. En nafnið Jesús. Beautiful one, beautiful one, beautiful name above all names. You're the beautiful one, beautiful one, beautiful one, the name that is above all name. We bow to you, Jesus. We bow to you. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you.
cup in your hands, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Beautiful one, you're the beautiful one, you're the beautiful one, your name above one's name, you're the beautiful one, you're the beautiful one, you're the beautiful one, your name's above all's name. Wanna sit at your feet, drink from the cup in your hands, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Waiting here for you with your hands lifted high in praise. And it's you, Jesus, we adore, singing hallelujah, singing hallelujah. If faith can move the mountains, let the mountains move. We come with expectation, and we are waiting here for you. You're the Lord of all creation, and still you know my heart, the author of salvation. You've loved me from the start. Waiting here for you with your hands lifted high in praise. And it's you we adore, singing hallelujah, singing hallelujah. We're waiting here for you with your hands lifted high in praise. And it's you we adore, singing hallelujah. You're everything you promised. Your faithfulness is true. I just sense it. I have been sensing in my spirits that when we go deep and we seek Him,
he's going to draw up this prayer, help me Lord, prayer answers. Usharabasi. You're everything you promised. Your faithfulness is true. And we're desperate for your presence. 'Cause all we need is you. Waiting here for you with your hands lifted high in praise. Sing with me. And it's you we adore, singing hallelujah, hallelujah, singing hallelujah. All glory, all honor, all worship and all praise, all blessings, all power, how worthy is your name. Sing it together. All glory, all honor, all worship and all praise, all blessings, all power, how worthy is your name. I stand in awe. I stand in awe. I stand in awe of you. I stand in awe. I stand in awe. And in your love, I stand in awe of you. Náð mín nær þér, frið minn gefur þú mér, þvílík ást flæðir frá þér. Þú gafst mér fyrir heit, ég gleymi þeim ei. Þvílík ást flæðir frá þér. My grace is enough for you. Peace you give to me. Perfect love, perfect love.
not forget them. Perfect love, perfect love flows from you. Fear has to leave and joy to stay in my heart and in your heart. Fear has to leave and joy to stay in my heart and in your heart. Óttinn verður að víkja og gleðin að ríkja í hjarta mínu og í hjarta þínu. Óttinn verður að víkja og gleðin að ríkja í hjarta mínu og í hjarta þínu. I stand in awe. I stand in you. Sing, sing, sing. I stand in awe of you, Jesus. You rule and reign. I stand in awe. I stand in awe. I stand in awe of you. Jesus. You're so worthy. You're so worthy. Jesus, come. Come, Jesus, touch every heart. Touch every heart. Bring your healings. I stand in awe. I stand in awe. I stand in awe of you, Jesus. I stand in awe, and I stand in your love, and all fear needs to go, and your joy arise. Arise, arise, my child. Hallelujah. Can you just keep playing gently for a moment? Thank you, Lord. Lord is so good. Drottinn er svo góður.
I'm a little bit startled in my spirit Mér svona svolítið brugðið í andanum. because I had a dream last night. Vegna sem ég dreymdi síðustu nótt. You know, the Lord isn't just playing some games. Drottin ekki bara að leika einhverja leiki. He is calling on his people to arise. Hann að kalla fólk sitt að rísa upp. And you know, there is something that we call the God factor. Og það hluti sem við köllum þáttur Guðs. You know, we see the lives of so many of the saints in the Bible. Við sjáum líf svo margra heilugu í Biblíunni. We see Moses Við sjáum Móse talking about his weakness. sem talar veikleika sína. We see Jeremiah. Við sjáum Jeremía, We see Gideon. Gídeon. You know, we all know these stories. Við þekkjum öll þessar sögur We are well-taught people. og við höfum fengið góða kennslur. But there is something that happens when the Lord deals with us. En það eitthvað sem gerist þegar Guð að eiga við okkur. And in my dream last night, I saw mantles falling upon people. Og í draumnum mínum í gærkvöldi þá sá ég það sem voru að falla svona skikkjufaldar yfir fólk. God is wanting to equip his people. Guð þráir að gera fólk sitt hæft. You know, and sometimes, you know, stepping in to hear God, what he is saying, Og stundum það að stíga inn í það sem og heyra það sem Guð að segja. it takes us to lean in. Það tekur það að við þurfum að halla okkur að. It takes us to pay attention. Við þurfum að taka eftir. I believe the Lord wants to use each and every one of you in a really powerful way. Ég trúi því að Guð þráir að nota hvert og eitt ykkar á öflugan máta. You know, we as human beings can only do so much. Við sem manneskjur getum bara gert svo og svo mikið. But there is something so supernatural that happens En það eitthvað yfirnáttúrulegt sem á sér stað when God comes upon our lives. þegar Guð fellur yfir líf okkar. You know, I was just thinking about this story that I haven't shared for years today. Ég var að hugsa þessa sögu í dag sem ég hef ekki deilt áfram í mörg ár. You know, I have a lot of very clear dreams. Ég fæ mjög oft skýra drauma But in one of those dreams, the Lord spoke to me and he said one sentence to me, or one word. He said, Whitemore. Og í einum draumnum sem ég fékk þá heyrði ég eitt orð frá Guði sem var Whitemore. Whitemore. Enstor Whitemore, já, Yeah. afsakið. So I had no idea what that word meant or what it was about. Ég hafði ekki hugmyndu hvað þetta orð þýddi eða hvað það fjallaði But I have learned over the years that when God is speaking something to me, it's important. En ég hef lært það í gegnum árinu að það Guð talar eitthvað til mig, þá skiptir það máli. One word. Eitt orð. So I started praying, studying, seeking, Þannig ég byrja að biðja og stúdera og leita and asking the Lord, what is this? og spurja Drottinn hvað þetta? And then I found a ministry in the UK. Svo fann ég þjónustu í Bretlandi And what I found was Kairos prison ministry to Whitemore prison. og það var þjónusta til fangelsisins í Whitemore. So I just thought, okay, I'll pray for them and I'll send them a message. Og ég sagði, ok, ég ætla að biðja fyrir þeim og svo sendi ég þeim skilaboð. And they were like, whoa, who are you? And were really interested in why I was sending them that message. Og þau voru bara, hver ert þú? Og þau voru mjög áhugasum af hverju ég var að senda þeim skilaboð. And one thing led to another, and they invited me to come to their ministry. Og það var eitt sem leiddi af öðru og þau buðu mér að koma og heimsækja þjónustöðu þeirra. And they were going into this maximum security prison. Og þau voru að fara inn í þetta fangelsi. And they said, you know, you can come and teach and share, you know, for the team that is going into the prison, but you can't go into the prison. Og þau sagði að þú ert velkomin að koma og deila með þeim sem að fara inn í og þjóna inn í fangelsið, en þú mátt ekki koma með inn í fangelsið. So I just thought, okay, I will go and share and see what the Lord is doing. Og ég sagði bara, já, ok, flott, ég ætla að fara og sjá hvað Guð að gera. And the leaders of the ministry were really great people. Leiðtogarnir í þessari þjónustu voru frábært fólk. But as I come, they invite me to sleep in their house. Og þegar þau bjóðu mér að koma og gista á heimilið þeirra. And then I have another dream. Og þá dreymdi annan draum. And in that dream, the Lord Jesus comes to me. Og í þeim draumi kom Drottinn Jesú til mín. And I see him approaching me. Og ég sé hann nálgast mig. And then he says, Bjarki, there is no door that I can't open. Og hann segir mér, Bjarki, það engin hurð sem ég get ekki opnað. And there is no wall that I can't walk through. Og það engin veggur sem ég get ekki gengið í gegnum. And then I woke up in the morning. Þegar ég vaknaði morguninn, And then the leaders of the ministry said,
Það sögðu leiðtogarnir þjónustunni við mig The doors have opened for you to go into the prison and share with the prisoners. að dyrnar hafa opnast fyrir það til að fara inn í fangelsi og deila orðið Guðs með föngunum. Why am I sharing this with you? Af hverju er ég að deila þessu með ykkur? Because I believe in what God is doing. Vegna þess að ég trúi á það sem Guð er að gera. You know, we in this ministry, we are not playing some games. We're not doing ministry to do ministry. Við í þessari þjónustu erum ekki að gera það til þess að leika okkur. Við erum ekki í þjónustu bara til að vera í þjónustu. We are wanting you to be raised up, Við þráum að þú rísir upp, to walk with God að þú gangi með Guði and see God move og sjáir Guð starfa on your behalf. fyrir þig. And it is such a blessing to get guests and encouragement from all over the world. Og það er svo mikið blessun að fá gesti og hvatningu út frá öllum heiminum. And you know, sometimes I have dreams. Og það er stundur sem ég hef drauma. I said that before. Ég hef sagt þetta áður. But sometimes I dream dates that I'm supposed to invite ministers to come. En mér dreymir stundur dagsetningar hvenær ég á að bjóða fólki að koma til Íslands. You know, God is so organized. Guð, hann er svo skipulagður. You know, God's timing is perfect. Tímasetning Guðs er fullkomin. So God sends the right people to help us, Þannig að Guð sendir rétta fólki til að hjálpa okkur speak into our lives og tala inn í líf okkar when we have need of it. þegar við höfum þörf fyrir það. Amen. Amen. And we are in such a moment right now Og við erum að þannig tímapunkti núna. because I know that the Lord has sent Stephen and his wife Angeline Og ég veit að drottin hefur sendt Stephen og konuna hans Angeli to come and encourage us and release a word to us. að koma og hvetja okkur og leysa út orð til okkar. Can you guys come up? Getið þið komið aðeins upp? You know, they come from Singapore and they moved to the US Þau koma frá Singapore en þau fluttu til Bandaríkjanna. and they moved there in 2017, Þau fluttu þangað 2020. Þau fluttu þangað 2020. So they have been doing ministry in North Carolina, Þau hafa verið að þjóna í Norður Karolínu líka and they know plowing and pioneering just as well as we do. og þau þekkja það að plæja og sá eins og við. But we receive you and we are excited to have you guys here. Við tökum vel á móti ykkur og erum ánægðir að séu þetta. Amen. Amen. So bless you. I'm gonna give you the mic. Amen. Thank you. Praise God. What a honor to be here. Lofsið Guð er svo gott heiður að fá vera hérna með ykkur. And tomorrow I think my wife will say something. Og annað kvöld ætla kona mín að deila ykkur með okkur. She always tells me to do the first one. Hún biður mig alltaf að vera með fyrsta kvöldið. I'm so glad to be here with you. Ég er svo gladur að vera hérna með ykkur. It was an honor to come and minister in the ministry of Apostle Bjarki and Sister Margaret Og það er mikill heiður að fá þjóna í þjónustu Bjarka og Margrétar and the leadership team. og leiðtoga teymisins. Because without the team, the ministry can't go anywhere. Vegna þess að án teymis þá getur þjónustan ekki farið neitt. Thank God for an anointed translator. Þakkum Guði fyrir smurðan túlk. And so you can understand me clearly. Það þið getið skilið mig á skýran máta. And more so, the presence of God that is here with us. Og enn frekar nærvera Guð sem kemur. Because without the Lord Jesus, we can't do anything. Vegna þess að án drottins Jesú þá getum við alls ekkert gert. Amen. Amen. If you don't understand anything that I'm saying, Ef if you don't understand anything that I'm saying, þið skiljið ekki neitt sem ég er að segja, you just tell the Lord, you speak to me. þá skulle ég bara segja við drottin, tala þú til mín. That is the easiest. Það er það sem er auðveldast. So we are going to have some time together. Við ætlum að eyða smá tíma saman. We have been praying, we have been fasting that God will minister to us. Við erum búin að vera að biðja og fasta að Guð muni þjóna til okkar. And so let us pray. En nú skulum við biðja. Father, we thank you for this moment. Faðir, við þökkum fyrir þennan tíma. We pray your presence will come and teach us. Við biðjum að nærvera þín koma og kenna okkur. We pray for the wisdom of the Holy Spirit, Við biðjum fyrir visku heilags anda. that you will touch each one of us. Að þú munt snerta við hverju og einu okkar. Open our hearts and open our minds, Opnaðu hjört okkar og hug okkar. that we can hear what the Holy Spirit is teaching to us. Að við getum heyrt það sem heilagur andi er að kenna okkur. You call us into being. Þú hefur kallað okkur til að vera. We promise to honor the name of Jesus. Við lofum að heiðra nafni Jesú. In Jesus' name, Í Jesú nafni. amen. 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 I've been praying for the last few days which angle I want to take this message. Ég er búin að vera að biðja nokkra daga hvaða sjónarhorn ég ætla að fara inn í hennar bóðskap sem ég er að tala í kvöld. I mentioned to, just a few words, I mentioned to Pastor Apostle Bjarki that
2017, while I was praying in Singapore, the Lord spoke to me about Iceland. Árið 2017 í Singapúr þá talaði Guð til mín Ísland. Maybe tomorrow when we have some time, I will share the prophecy. Kannski á morgun þegar við höfum tíma, ef við höfum tíma þá mun ég deila sem But spádómi með ykkur. tonight is not just about me. En í kvöld fjallar ekki bara mig. It's not about what God can speak about you, Það fjallar ekki það sem að Guð ætlar að tala þig. but how we must follow Him. Heldur hvernig við þurfum að fylgja honum. Amen. Amen. People come to church only if what they can do for me. Fólk kemur í kirkju út af því hvað þau geta gert fyrir No, mig. Jesus has done it on the cross. Nei, Jesús hefur þegar gert þetta á krossinum. He has been faithful. He has been good to us. Hann hefur trúfastur og góður við But in okkur. this next few days meeting, Á næstu dögum á þessum samkomum it's a day to settle accounts with Jesus. og þá það komið tími til þess að gera greinaskil við Jesú. Some of us have outstanding obediences. Það sum okkar sem skulda honum ákveðna hlýðni. So these 3 days, handle that with the Lord. Þannig að næstu 3 dagana þá skaltu eiga við þetta með drottni. I saw the Lord Jesus holding that measure level to Yes. come and say, this measure is weighing. Og ég sá drottni Jesú halda svona þessu mælikeri og segja þetta er það sem ég er að mæla. We rather allow the Lord to measure us while we are alive, Við viljum frekar Guð mæla okkur þegar við erum enn á lífi. because we still have time to change and time to repent. Þess að við höfum ennþá tíma til þess að breytast og iðrast. Not when the time is over. En ekki þegar tíminn er búinn. Amen. Amen. The love of Jesus is greater than anything you can think. Kærleiki Jesú er meira heldur en nokkuð sem þú getur fengið. Amen. Amen. And there in Singapore, in a small country, Og þannig Singapúr í þessu litlu þjóð. the Lord said, I will bring you to Europe and then you will go to Iceland. Þá sagði drottinn, ég mun fara með þig til Evrópu og ég mun fara með þig til Íslands. In my mind, how in the world am I going to Iceland? Og í huga mínu þá verið, hvernig í ósköpunum á ég geta fara til Íslands. And so I kept it a corner. Þannig ég hélt þessu aðeins til hliðar. If the Lord says it, it will happen. We don't have to worry about it. Og ef Guð segir eitthvað, þá mun það gerast, við þurfum ekki að ágjöra We það. don't have to ask anybody's introduction. Við þurfum ekki að biðja kynningu frá okkur öðrum. But then the other story I will tell you tomorrow because now I want to quickly go into the word. Hina söguna það ætla ég að segja ykkur á morgun sem ég langar að fara að kafa jörðið. I want you to turn with me to the book of Job chapter 4. Ég ætla að biðja ykkur að fara í Jóbs bók kapla 4. A couple of months ago while I was in prayer, Fyrir nokkrum mánuðum síðan þegar ég var í bæn, I was taken in the spirit þá var ég tekin upp í andan and I was brought to the Garden of Eden. og ég var færður inn í Edengarðin. There I saw this ancient serpent spirit, Þar sá ég hennan aldraða anda, a spirit of wickedness. anda ílsku. It still speaks poison to the people of God. Sem enn að tala út eitur til fólk Guðs. And that demonic power Og þetta djöfulega vald has a very strong plan in Europe, hefur sterk áætlun í þinni bók, especially in Nordic regions. sérstaklega í Norðurlandaþjóðum. And so I bring this burden to you today. Þannig ég færi hann að þunga til ykkar í dag. I'm not speaking to you, I'm speaking to us. Ég ekki að tala til ykkar, ég að tala til okkar. That we belong to the house of God. Að við tilheyrum húsi Guðs. We carry the burden of the Lord Jesus. Við erum að bera byrðar drottins Jesú. The burden of Jesus is our burden. Byrði Jesú er okkar byrði. Hallelujah. Amen. 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 Let's test the sound again. Amen. Við ætlum að pröfa hljóðið aftur. Amen. When I was 16 years old, Þegar ég var 16 ára gamall, I was praying and praying. þá var ég að biðja og biðja. One day I read the Bible. Og daginn þá las ég Biblíunni. The Bible says there is no longer tears, no pain, no burden in heaven. Biblían segir það er engin tár, engin byrði og engin sásauki á himnaríki. Then I asked Jesus, Og ég spurði Jesú, how come you are still crying? af hverju þú þá ennþá að gráta? Why are you still burdened? Af hverju þú ennþá að bera byrðar? You told us, Þú sagðir okkur, come unto me all who are heavily laden. komið allir til mín sem hafa þunga byrðar I að will bera. give you rest. Ég veit ykkur hvíld. But I read the Bible, you are still crying. En ég les Biblíuna og þú ert ennþá að gráta. So I told the Lord,
Þannig ég saði við Drottinn, can you share your burden with me? getur þú deilt byrði þinni með mér? What is bothering you? Hvað er það sem er að trufla þig? I want to know. Mér langar að vita það. And that day, Og þennan dag, a passion for souls entered my heart. þá kom ástríða fyrir sálum inn í hjarta mitt. I'm crying because the souls are perishing. Ég er að gráta þess að sálinar þær eru að fara í eyðingu. A love for the house of God came into my heart. Elska fyrir húsi Guðs kom inn í mig. And I want to bring that burden to you. Og mér langar að færa þessa byrði til ykkar. I'm not here to impress you. Ég er ekki hérna til þess að heilla ykkur. I'm not here to tell you that I'm anointed, I'm doing some stuff. Ég er ekki hérna til þess að segja ykkur að ég sé smurður og gera alls But konar hluti. I'm here to share the bread of Jesus with us together. En ég er hér til að deila brauði Jesú með okkur hér. Amen. 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 I want you to know Ég vil þú að vita, Jesus is greater than any devil. ég vil að þú vitir að Jesús er meir heldur en nokkur efi. It does not matter what the devil is planning against Europe. Doesn't really matter. Það skiptir í raun og veru engu máli hvað áætlun djöfullin hefur fyrir Evrópu. When the church rise up, it does not really matter. Þegar kirkjan rís upp, þá skiptir það í raun og veru engu máli. Amen. Amen. I saw this serpent spirit. Ég sá þennan anda It was whispering to the people. og hann var að hvísla til fólksins. Then I saw another thing. Sér sá ég annan hlut. Go to the book of Job, chapter 4, and look at verse 10. Farið í Jóbsbók 4. kapla og versi 10. The roar of the lion, the voice of the fierce lion, the teeth of the young lions are broken. Öskur ljónsins og rödd óargadísins, tennur ljónskvolpana eru brotnar sundur. Verse 11 says, the strong lion perishes for lack of prey, and the cubs of the lioness are scattered. Í versi 11, ljónið fest af því að það vantar bráð og hvolpa ljónininnar tvistrast. You see the number of times the lions are mentioned. Þið sjáu hversu oft ljónið er minnst á hér. The enemy challenges every level of leadership in our lives. Óvinnur hann kemur með áskorun gegn hvaða stigi leiðtoga þjónustu sem þú ert í. Some people say, oh, when you are young, the devil challenges you. When you become older, everything will be okay. Sumir segja að þegar þú ert ungur þá er óvinnurinn að koma áskorun til þín, að þegar þú ert orðinn eldri þá er allt í góðu lagi. And now when you are older, you have new problems. En hversu mörg vita, þegar þú ert orðinn eldri þá koma bara ný vandamál. Hello? Halló? Are you following? Er það að fylgjast með? When I was 15 years old, Þegar ég var 15 ára gamall, when I accepted Jesus, þegar ég tók á móti Jesú, I spoke to my pastor. ég talaði við forstöðumanni minn I said, Pastor, I want to serve the Lord. og ég sagði, ég þrái að þjóna Our drottni tears was running down. og ég var grátandi. And he looked at me. Hann leit It á was mig in a Methodist church. og þetta var í kirkju And he said, young man, og hann sagði, ungi maður, when you are young, þegar þú ert ungur, you all will say the same thing. þið segir öll sama hlutin And after, as you grow older, og eftir sem þið eldist, you don't have time. þá hafið þið ekki tíma. By the time you come to my age, Og þegar þú ert komin á minn aldur, you won't even bother. þá er þið í raun og veru alveg sama. I was smiling at him when he talked to me because there's respect, you see. Og ég var brosandi til hans þegar hann var að tala við mig, þess að það var ákveðin virðing. But inside my heart, En inn í hjarta mínu, I was rebuking the devil. þá var ég að bölva þessum I djöflunum. say, I bind that devil in the name of Jesus. Ég sagði, ég bind hennar djöful í Jesú nafni. I said, Pastor, okay, I'll talk to you later, and I turned. Og ég sagði, allt í lagi, pastor, ég talaði við setna og ég snýr mig við burtu. Tears was running down. Ég var grátandi. As I turned back and I made a promise to Jesus. Þegar ég snýri tilbaka, þá gerði ég lofa til Jesú. The older I grow, the brighter I will burn. Því eldri sem ég verð, því Hallelujah. bjartara mun ég skína, brenna. Hallelujah. This is my 40th year. Þetta er 40. ára mitt. I want to encourage you. Ég vil hvetja þig. Just because you are retired doesn't mean you retired your faith. Þó svo þú sér komin að eftirlaun, þá ertu ekki komin að eftirlaun frá Please don't trúðinni. ever say, well, it's time for the young people to do their job. Aldrei segja að það er komin tími fyrir unga fólki til þess að sjá um alla They vinnuna. have their job. Þau hafa sín verkefni. You make sure you finish your race and get your crown. Þú þarft að klára hlaupið þitt og taka á móti kórónuðinni. Hallelujah.
You don't have to give up your work for anybody else. Þú átt ekki að gefa upp fyrir nokkurn annan. People have been giving us the wrong message. Fólk búið að vera að gefa okkur rangan boðskap. Everywhere I go is the same thing. Hvert sem ég fer þá er þetta sama í It is gangi. time to pass my baton to somebody else. Það er tími til komin að færa kefli til einhvers annars. Let's pass it to the young. Við skulum rétta ungu kynslóðinu kyndilinn. So I told the young people in our church, Það ég sagði við unga fólki í kirkjun okkar, go and get yours from Jesus yourself. I'm not going to give you mine. far þú að náði kyndilinn þinn til Jesú og ég ætla að halda mínum. Because I'm running my race, bro. Þess að ég er að halda frá að hlaupa mitt I'm hlaup going to finish it. og ég ætla að ljúka því. The last person I'm going to hand over is to my King of Kings and my Lord of Lords. Síðasta manneska sem ég ætla að rétta keflið er drottin. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. I'm not going to give it to anybody else. Ég ætla ekki að gefa neinum öðrum það. I'm not going to give it to my children Ég ætla ekki að gefa börnunum mínum það. because the Lord decides who it goes to. Þess að drottin ákveð hver fær það. So my children are all running with the race. Þannig að börnin mín eru öll að hlaupa. Amen. Amen. It is not time to retire what you have for God. Það er ekki komið tími til að fara eftirlaun frá því sem Guð hefur fyrir þig. Amen. Amen. You see, this area is the matured lion. Þetta svið, þetta er hið þroskaða ljón. There is an attack that will come on maturity. Það er árás sem er koma á þroskan. The Bible says, the voice of the fierce lion. Biblían segir öskur ljónsins. You don't have a voice anymore. Þú hefur ekki lengur rödd. You are drowned. Þú ert að vera svona drektu niður. Because you think that other people are reading more and they are smarter. Þannig að þú heldur að annað fólk er að lesa meira og er gáfaðara. They are smarter, but you are stronger. Þau eru kannski gáfaðari en þú ert sterkari. Amen. Amen. We need the older lions as well. Við þurfum gömlu ljónin líka. Are you following me? Er það að fylgja mér? Amen. Amen. We need to show them the guidance. This is the way to go. Við þurfum að sína þeim og leiðbenna þeim. Þetta er Because leiðin sem þú átt að fara. all the different types of lions, the enemy will fight to steal their life. Þannig að mismunandi ljónin, djöfullinn mun berjast gegn þeim til þess að taka ljósið frá þeim. Then the Bible says the teeth of the young lions are broken. Og síðan segir Biblían að tennur ljónskvolpan eru brotnar í sundur. You see, when your teeth is broken, you don't have the authority to fight the enemy. Þegar tennurðin eru brotnar þá hefur ekki yfirvaldi til þess að berjast gegn óvininum. When your teeth is broken, you don't want to bite the meat when you eat. Og þegar tennurinn eru brotnar þá getur ekki betið í kjöti sem þú ert að borða. Because people, when they come to church, they only want milk. Þess að fólk kemur í kirkju og það vill bara fá mjólk. They want to know Jesus loves me or don't. Það vill vita hvort að Jesús elskar þau eða ekki. Bro, how many times do you want to know Jesus loves you? Hversu oft þarf að heyra það að Jesús elskar I þig? think it's time to tell Jesus, I love you. Ég held að þessi tími til komin að við segjum við Jesú, ég Hello. elska þig. I know you love me, Ég veit að þú elskar mig, but I want to keep telling you, I love you. en ég vil halda um að segja þér að ég elska Amen. þig. Amen. Amen. You show your love in your worship and your discipleship. Þú sýnir kærleika þinn í lofgjörð og í að vera gerður að læra sig. Amen. Or some Amen. people say, I don't like to be loud. Það er sumir sem segja, ég vil ekki vera hávær. Then keep your mouth shut and keep following. Hafðu þá munnin á þér lokaðan en halda hann að fylgja. We don't have to look at your mouth. We want to look at your actions. Við viljum ekki horfa á munnið, við viljum horfa á verkið Are þig. you listening? I'd rather preach real truth to us. Ég vil frekar predika sannan, raunverulegan sannleika til okkar. It is important we become so real before the Lord. Það er svo mikilvægt að við verðum raunveruleg frammi fyrir drottni. Because if you don't eat the meat, then you don't have strength. Þess að ef þú borðar ekki kjöti, þá færðu ekki styrkin. And that is why the enemy breaks the tooth of the young lion. Þess vegna brýtur óvinurinn tennur ungu ljónana. Today we are in church, we are older in church, but we don't have the authority to stand against the power of the enemy. Í dag erum við að verða eldri í kirkjunni en okkur vantar yfirvaldi til þess að standa gegn óvininum. Then you look at another lion group. Og svo horfum við á annan ljónshóp. They are the cubs, Það eru ljónskvolpanir. the children lions. Það eru barnaljónin. You know what the Bible says? They are scattered.
Veistu hvað Biblían segir? Hún segir þau séu dreifð úr You þeim. know what does it mean? Vitið hvað það þýðir? It means the church will not have spiritual heritage. Það þýðir að kirkjan ekki með andlega arfleið. They will not have conversions or salvations. Þau hafa ekki sérst, kalla fólk ekki trúar og The sons sjá and ekki frelsanir. daughters will be challenged to go out and scatter. Synir og dæturnar eru ítt út og eru dreifð út allt. There are no spiritual offsprings. Það ekki andleg afkvæmi. Spiritually, they will be barren. Andlega séð þá eru þau ófrjó. I just want to remind us Ég vil minna okkur á, the job of discipleship is not the job of the church, it's your job and mine. verkið að gera fólk að lærisveinum ekki kirkjan sem á að Amen. gera það, heldur það þú og ég. Amen. Amen. Make it your goal. Að ná markmiðið þínu. Before I die, Áður en ég dey. at least disciple one person. Gerðu minnst eina manneskja lærisveini. Just one person. Bara einn einstakling. Look after the person and disciple them. Leitaðu upp hennan einstakling og þjálfaðu hann upp. Amen. Amen. If tonight we will say that to Jesus, Ef fólk segir þetta við Jesú, then a new anointing will come from heaven. þá mun koma ný smurning frá himnum. Because now we are speaking kingdom language. Þess að núna erum við að tala tungumál ríkisins. We have one heart and mind against the power of the enemy. Við erum eitt hjarta og eitt hugur gegn valdi óvinarins. Hallelujah. Halleluja, Hallelujah. halleluja. Do you realize something? Áttu ykkur á þessu? The devil keeps changing his weapons. Að djöfullin heldur að breyta vopnunum sínum. But God's weapon has never changed. En vopn Guðs hefur aldrei breyst. The same weapon. Það sama vopnið. Hallelujah. Hallelujah. When you kneel and pray, the anointing comes. Þegar þú ferð á hnén og biður, þá kemur smurtingin. Then you see, the Bible says, the lioness are also scattering. Og síðan sjáðu að Biblían segir að ljóninjar eru líka dreifðar. The anointing that God has given the woman to do. Smurtingin sem drottin hefur gefið konunni til þess að gera. We don't realize that importance. Við áttum okkur ekki á hversu mikilvægt það Instead of a woman anointed by God, Í staðan fyrir konu sem smurð á Guði, we allow feminism to come inside the church and corrupt the purity of God. þá leifum við feminisma að koma inn í kirkjuna og spilla smurningu Guðs. Ancient spirit asked Eve, are you sure God said it? Þessi eldgamli andi, hann kom og spurði Evu, ertu alveg viss hann hafi sagt þetta? The whisper. Þetta hvísl, The whisper of the enemy. hvísl óvinarins. Therefore, tonight I want to encourage us how to pay attention to the attack of the enemy against us. Þess vegna vil ég hvetja okkur til þess að gera okkur grein fyrir hver árás óvinarins gegn okkur. Which level are you in? Á hvaða stigi ert þú? Maybe you are a seasoned man and woman of God. Kannski ertu þroskaði maður eða kona Guðs, Or you are the young lions. eða þú ert unga ljónið, Or you are the little cubs that is running everywhere. eða þið eru litlu ljónskvolpanir sem What hlaupa út God has allt. for me. Hvað hefur Guð fyrir mig? Or there are women here. Eða það eru konur hér. Whichever group you belong to. Hvaða hóp sem þú tilheyrir? God has a call on your life. Guð hefur köllun yfir þínu lífi. Don't give it up for anybody. Ekki gefa hana nokkru manni. Because Jesus died for you. Þess að Jesús dó fyrir þig. Jesus died for you. Jesús dó fyrir þig. Therefore, a new anointing and the heavens will open in these 3 days. Þess vegna kemur ný smurning og himnarnir munu opnast þessar næstu 3 daga. It always has been opening in this ministry. Hefur alltaf verið opinn í þessari þjónustu. My job is to open the curtain more. Verkefni mitt að draga tjöldin frá Hallelujah. enn frekar. Hallelujah. Because if we are speaking the word of the Lord, then the Lord must fill this place with His presence. En það ef við erum að tala út orð drottins, þá drottin að koma og fylla hennar stað að nærveru sinni. When I was taken in the spirit and I saw the serpent, Þegar ég var tekin upp í andanum og ég sá þennan anda. and then the Lord said, now go and teach my people my word. Og drottin sagði, farðu núna og kendu mínu fólki orð mitt. That He was shown to me this passage. Síðan sýndi hann með þessa ritningu. Are you ready to learn together? Eru þið tilbúin að læra með mér? Amen. The Bible says in verse 12, Biblía segir í 12. versi. now a word was brought to me stealthily. En til mín laumaðist orð My ear received the whisper of it. og eyra mitt nam óminn af því. Can you believe that? Getið þið trúað þessu? Bro, I've been reading the Bible for 40 years. I've not seen it.
Ég er búin að vera að lesa Biblíun í 40 ár og ég hef ekki séð þetta. Sometimes we read the Bible, but we don't see it. Stundum erum við að lesa Biblíuna en við sjáum ekki. The Holy Spirit must show the torchlight. Heilagur andi verður að koma með vasaljósið. You say, how come it is there? Og hún segir, hvað af hverju er þetta þarna? Now a word was brought to me secretly. En til mín laumaðist orð. Now who is this guy? Hver er þessi gaur? This is one of Job's friends. Þetta er einn af vinum Jóbs. He doesn't know God much. Hann þekkir Guð ekki mikið. He loves Job. Hann elskar Jób. So when he speaks, there is half truth, half opinion. Og þegar hann talar þá er það hálfur sannleikur og hálfur hans skoðun. And that's how the enemy will bring us out, by always giving half truth. Og þannig nær óvinnur að taka okkur út með hálfum sannleikum. It always starts that way. Þetta kemur alltaf á þennan We máta. will rationalize our mind. Við byrjum að skilgreina í hug okkar. And so he said, secretly it came. Og hann segir, til mín laumaðist orðið. See, whenever people share spiritual experience, Þegar fólk deilir andlegri upplifun, you must pay attention to this kind of words if they use. þá verður að fylgjast með svona orðum sem er í notkun. For example, Til dæmis, the Lord did not show it to anybody, only me. Drottinn sýndi engum þetta, bara mér. Pay attention. Taktu vel eftir. I have the right to tell anything to you. Ég hef réttin til að segja hvað sem er við þig. Pay attention. Taktu eftir. I was spoken in a secret place, stealthily. Pay attention. Ég var að tala til mín á leyndum stað. Taktu eftir. Are you following? Er það að fylgjast It með? is important that we pay attention to what this guy is telling us. Það er mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir hvað þessi maður er að segja okkur. And he said, my ear received a whisper. Og hann segir að eyra mitt nam óminn af því. It is important now we have to pay attention to seducing spirits. Og við verðum að gera okkur grein fyrir öndum sem eru að tæla. You know, demonic spirits are different. They will come and harass you. Djöfulegir andar, þeir eru öðru sér, þeir koma og ráðast gegn þér. Seducing spirits, they will come and touch all over. En tælandi andar, þeir koma og snerta við þér út allt. They will see, where do you react? Which one do you give in? Og þeir reyna að sjá hvar þú bregst við, hvar kemst ég inn. The moment you welcome, they'll come and stand beside you. Og leið og býða og velkomna þá eru fljótar að koma inn. Because they will seduce you. Þess að þeir vilja tæla þig. Are you following? Er það að fylgjast með? I've seen Jezebel many times. Ég hef séð Jezebel anda margoft. I tell you one of these moments that I had. Ég ætla að segja ykkur frá einu skipti. It was in 2003. Það var árið 2003. I was praying, fasting for 21 days. Ég var að biðja og fasta í 21 dag. I spent more than 7 hours a day praying. Ég var lengur en 7 tíma á dag að biðja. I had nowhere to go for ministry. Ég þurfti hvergi að fara til að So I þjóna. was going through a very deep, terrible times of rejection. Þannig ég var að gangi gegnum mikinn tíma þar sem ég fannst ég vera hafnað. So I brought the burden before the Lord. Þannig ég fór með byrðina frammi fyrir drottin. 21 days. 21 dagur. Either, Lord, you open the door or just close, I'll do something else. Annarkvort opna þú dyrnar drottin eða ég fer bara að gera eitthvað annað. Because why? We have children. Af hverju eigum við börn? I had no money to buy milk, Ég átti enga peninga til að kaupa mjólk buy diapers. eða bleiur. And you're thinking, why must I pray for all this? Og ég hugsaði, af hverju þarf að biðja fyrir þessu öllu? I began to fast and pray. Og ég byrja að fasta og biðja. Somewhere in halfway through the fasting, Og einhvers staðar á hálfri leiðri að sannleikanum I að remember fasta. about 10 o'clock in the morning. Ég man eftir að það var klukkan 10 á mótni til. Out of the window, a serpent came in. Og í gegnum gluggan þá kom andinn. Sometimes all these spiritual experiences make our emotions go upside down. Stundum þess andlegu upplifun sem fá það fara að tilfinna okkur út allt. And the serpent came inside and stood up, Og andinn kom inn og hann stóð á fætur. half naked of a body of a woman. Hálfnakin líka með konu. The hair was all downwards, Hárið lá mjög sítt niður. seductive green eyes, Tælandi græn augu. the tongue of a snake coming out and hissing, Tunga, slöngutunga sem kom diamond út. cut face. The face was like a diamond. Andliti var eins og demantur. And I was praying. Og ég var að biðja. You see, I was not looking with my natural eyes. Ég var ekki að horfa með náttúrulegu augum The mínum. moment I'm seeing,
closed my eyes more further and praying. Leið og ég sá þetta, þá lokaði ég augunum og ég bað ennþá heitar. But my spirit man opened up. En andlegi maðurinn minn, hann opnaðist. I was thinking, why are you looking, bro? Og ég var að hugsa, af hverju ertu að horfa á þetta, gaur? Because God wants you to see. Með þess að Guð vill að þú sjáir. So I was trying to take my eyes off. I don't want eye contact, so I'm praying this way, I'm praying that way. Og ég var að passa mig að reyna að ná ekki augnsambandi, þannig ég var að biðja þess átt og hin And áttina. this serpent, seductive serpent, was going everywhere, trying to engage me to look at her, you know. Og þessi tælandi andi reyndi að hvetja mig að draga mig í að horfa á hana. It was a struggle. I'm forcing it. Rimahabra Shande. So I'm turning all the time. Og þetta var mikil barátt og ég var að biðja og ég var alltaf að snúa mig fram og tilbaka. And then the Lord said, now she will stand there. You listen to what the lies she going to speak. Og síðan sagði Drottinn, nú ætlar þú að standa og hlusta á legana sem hún ætlar að tala út. Why are you following God? The serpent is now talking to me. Af hverju að fylgja Guði, af hverju það er að hlusta á andan tala til Listen mig? carefully. Hlustaðu vel, Don't speak to any demons. ekki vera að spjalla við djöfla. Amen. Amen. Don't interview any demons. Ekki vera að taka viðtölu við djöfla. You want to talk, you go and talk to God. Ef þú vilt tala, þá skaltu tala við Guð. You want to interview, go and interview Jesus. Ef þú vilt taka viðtal, þá skaltu taka viðtal við Jesú. Lord, how did you live your life? Drottinn, hvernig lifðir þú lífið When þínu? are you coming back? Hvenær kemur aftur? Go and talk to him. Farðu og talaðu við hann. Demons don't waste time. Djöflar þeir eru að við skulum ekki eða tíma í þá. Amen. Amen. This is important. Þetta er mikilvægt. But the Lord said, she will say some things. You must listen now. En Drottinn sagði að hún mun segja okkur hluti og þú verður að hlusta. She said, give up your ministry. Og hún sagði, sleftu takin á Why are you þjónustöðinni. following this God? Af hverju þetta fylgja þessum Guði? I will take care of you. Ég mun sjá þig. And then you know what she said? Og veistu hvað hún sagði síðan? Give up your children. Gefðu börnin þín frá I þér. will take care of them. Ég mun sjá þau. Are you listening? Er það að hlusta? Bro, never give up praying for your children. Aldrei gefa það upp að biðja fyrir börnunum ykkar. Don't stop no matter how you feel about them. Ekki stoppa, sama hvernig þið líður með það. Because Jezebel is waiting to take over our children. Þess að Jezebel er að bíða eftir að koma og taka yfir börnun okkar. And then I kept praying. Og ég hélt áfram að biðja. Bro, when I pray like a warrior. Þegar ég bið, þá bið ég eins og stríðsmaður. Amen. Amen. I don't whisper, yum, 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 yum. I don't whisper, bro. Ég er ekki að kvísla bara, I pray like a warrior. Ég bið eins og stríðsmaður. I know some of you are whisperers. Ég held að ykkar sé svona kvíslarar. Even the enemy come and stand beside and listen to you. Þegar óvinurinn kemur og hlustar við hliðina á Pray þér, like a warrior. skal biðja eins og hermaður. Hallelujah. Halleluja. Pray like a warrior. Skal biðja eins og The hermaður. devil must think twice before coming near you. Djöfullinn verður að hugsa sér tvisvar að koma nærri þér. Oh, you must reinterpret. Okay. Thank the God for that one. So then she began to tell me other things which I wrote in my book. Síðan byrja hann að segja mig fleiri hluti sem ég skrifaði í bókina mína. When everything else fails, they will do another trick. Þegar allt annað bregst, þá finna þau nýja leið. Bring all your past sins and disobedience. Komdu með allt sem alla óhlýðni þína. Or remember you did this. En mundu eftir að þú gerðir Are you þetta. sure God has forgiven you? Ertu alveg viss að Guð sé búinn One að by fyrirgefa one þér? it will come to the memory. Hann telur upp þessar minningar. You see, my problem is I can remember but Jesus doesn't. Vandamálið er að ég geti munað eftir því að Somebody Jesús say man ekki eftir því. hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. He doesn't remember. Hann man ekki eftir þessu. You are the one who's remembering. Það er þú sem ert að minnast þess. You are the one who's telling him. Þú ert að segja honum. But when he looks at us, En það lítur út. his blood covers. Blóð hans hylur. His blood covers. Blóð hans hylur. You say, if you can't believe it, Þú segir, ég trúi því ekki. how is that possible? Hvernig When you er þetta- talk to your children, your love covers their disobedience. Hvernig gengur þetta upp þegar þú tala við börnin þá hylur ást þín óhlýðnina? When they call mom, dad, your heart changes. Þegar þau kalla mamma eða pappi þá breytist hjartað þitt. If you're a human, you can do that. How much more the Lord Jesus who died for us. Ef þú sem manneska getur gert þetta, hversu miklu meira gerir drottin Jesú það? Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. The love of God just filled the place.
Kærleiki Guð fyllti upp. And then she said this last line. I mean, she kept on talking nonsense, Hún hélt áfram að tala alls konar vitleysu en síðan sá hún þessa síðustu línu. Bro, I don't take notes when the demons talk. Ég ekki að taka eftir því að djöflarnir að tala. I got no choice. The Lord allows that happen, so I just listen whatever they are talking. Nema það drottin leyfir því að gerast og þá hlustaði hvað þeir eru að tala. Then she said something important. Þegar sagði hún eitt mjög mikilvægt. You are going to die by my sword, Þú munt deyja fyrir sverð mitt. So then I was thinking quietly. Þá byrjaði ég að hugsa. Then boldness came out. Sem reis þessi djörfungu. If God wants to judge me, Guð vill dæma mig. I will rather die by the sword of the Lord than your sword. Ég vil freka deyja fyrir sverð drottins heldur þitt The sverð. moment I said it, the demon just left my place. Leið og ég sagði þetta þá hvarf djöfullin. You'll find in Job will pray like this. Þið sjá það í Job bað svona. I rather die by the sword of the Lord. Ég vil frekar deyja fyrir sverð drottins. Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. Now you tell your neighbor now. Tell your neighbor. Segðu nágrannaðinu sem situr við hliðina á þér. Never agree with the enemy. Aldrei vera sammála óvininum. It doesn't matter it's truth or false. You never agree with your enemy. Sama hvort það sé sannleikur eða ekki, þá ætti aldrei vera sammála óvininum. You only agree with Jesus. Þú ætti bara að vera sammála Jesú. Hallelujah. Halleluja. My brothers and sisters, Bræður mínir og systur, the Lord Jesus told me and I want to tell you. Drottin sagði mér hvernig á að, He told me to tell you, hann sagði mér að segja ykkur, every saint, hver einasti heilagur, every child of God, sérhvert barn Guðs, every seasoned servant of God sérhver þjótt Guðs sem er must þroskaður, go through the whisper test. verður að fara í gegnum prófið sem er að hvísla. All of us will go through. Við munum öll ganga í gegnum það. Are you listening? Eru það að hlusta? See, when you get older, your body becomes weaker. Þegar þið verða eldri þá er að líka með ykkar veikbyggðari. The enemy will whisper. Það byrjar óvinurinn að hvísla. Are you sure he's going to heal you? Ertu alveg viss hann ætla að lækna Are þig? you sure you're going to live long? Ertu alveg viss hún muni lifa Oh, lengi? you see all the signals are coming. Sérðu allan sjúkleikar sem er að koma? Don't listen to the whisper. Ekki hlusta á hvíslið. You walk in the power of the Holy Spirit. Þú gengur í krafti heilags You anda. walk in the power of healing. Þú gengur í krafti hans. Devil, I don't need to listen to you. Djöfull, ég þarf ekki að hlusta á þig. Jesus said, by his stripes I am healed. Jesús sagði fyrir benjar hans er ég heil. Hallelujah. The Halleluja. pain can be there, Sásökin má ekki vera þetta. but he has to bow in Jesus' Hann name. verður að beygja sig niður í Jesú nafni. Amen. Amen. Somebody asked me, Það er einhver sem spurði mig, what if one day God doesn't heal you? hvað ef einn dag þá mun Guð ekki lækna þig? Then get ready to go. Þá skal þið gera tilbúin að fara. Amen. Amen. You see, my brothers and sisters, Sjáu bræður og systur, when your time is not yet up, þegar tímið þinn er ekki enn búinn, nothing can kill you. þá er ekkert sem getur drepið þig. But when your time is ready, En þegar þinn tími er kominn, nothing can stop you. þá er ekkert sem getur stöðað þig. Are you following? Fylgist, sjá þetta? God will just take you there. Guð mun taka þig þangað. And so when this whisper was going on, Þannig að þegar þetta hvísl var í I asked gangi, the Lord, why are you speaking such things, oh God? og ég spurði drottin, af hverju þetta tala þessa The Lord hluti said, út? in this end time, I'm training my army. Og drottin sagði, á þessum enda tímum þá er ég að þjálfa upp herminn. They must know how to discern Þeir verða að kunna að greina between the whisper of the enemy and the whisper of our Lord Jesus. á milli hvísl óvinarins og hvísl drottins Jesú. Amen. Amen. The sound is not the same. Hljóðið er ekki eins. The smell is not the same. Það er ekki sama lykt. The presence of God is different. Nærvera drottins er öðruvísi. But the presence of the enemy can be felt very far. En nærvera óvinarins þú getur fundið fyrir henni langt. The Bible says in Isaiah 5:26, Biblía segir í Jesaja 5:26, He will raise a signal for nations far away.
Hann mun reisa upp merki fyrir þjóðina langt í burtu. That means I must pay attention to my eyes, to pay attention to the signals. Ég vil verða að beina augum mínum að táknunum. I will whistle for them from the ends of the earth. Ég mun hlusta eftir út í endimarki jarðarinnar. Oh, now God is not speaking, He is whistling. Drottinn ekki að tala, hann að hvísla. These are the secret codes He has with His army. Þetta þessi leyni orð við hersinn. I've been into the Singapore military. Ég var í hernum í I Singapur. served 2 years. Ég var að þjóna þar í 2 ár. There are many secret codes when we go into battle order. Og það margir svona leyni kóðar þegar við að fara í baráttu. And God has a code. Og Guð með svona kóða. Husband, wife, they always have codes. Eiginmaður og eiginkona eru líka með svona kóða. Especially when they come to see the pastor for counseling. Sérstaklega ef þau eru að koma að hitta forstöðumanninn og fá ráðgjöf. The husband will open his mouth and talk anything he wants. Eiginmaðurinn kemur og opnar munninn og talar út hvað sem honum dettur í hug. The wife will say, oh, the subject will change. Og eiginkona segir og þá skyndilega breytist umræðefni. Straight away the husband will say something else. Og skyndilega þá byrjar eiginmaðurinn að tala allt aðra hluti. Sometimes we give them a coffee before they start talking. Stundum gefum við kaffi áður en við byrja að tala. The husband will be talking. Þess að eiginmaðurinn bara talar. The wife has to take the coffee cup and put it loud on the table, the subject will change. Eiginkona tekur kaffibollan og setur hann lemur honum í borðið og umræðuefni breytist. There are secret codes between them. Það eru svona leyni kóðar sem eru á milli þeirra. The God also has secret codes to His children. En Guð hefur líka svona leyni kóðar til kirkju sinnar. Amen. Amen. He just must come and stand beside you. You know the Lord is here. Og hann þarf bara að koma að standa við hlið þér og þú veist að drottin hérna. The anointing oil will just rise inside you. You know the Lord is here. Smurning, olíusmurning byrja að rísa upp og þú veist hann I want to hérna. encourage you tonight. Ég vil hvetja þig í kvöld. Don't give up your secret codes. Ekki gefa frá þér leynikóðana þína. It is yours. Þeir eru þínir. Amen. Amen. It is yours. Þetta eru þínir. When you come back to Jesus, Þegar þú kemur aftur til Jesú, the Lord will always use the same code. þá mun drottin alltaf nota sömu kóðana. Amen. Amen. Don't think the Lord has now forgotten everything about you. Ekki halda að drottin hafi skyndilega gleymt öllum þig. Tonight the Lord is calling some to come closer. Í kvöld hafa drottin að kalla sumika til þess að koma fram. Don't ask whether the Lord will come closer or not. Ekki spyrja hvort drottin sé að koma nærri eða ekki. It's your turn. Það er komið að þér að draga þig How nær. much closer are you going to come? Hversu miklu nær honum ætlar að In koma? 1998, I wrote a book on the life of Joseph. 1998 þá skrifaði ég bók líf Jósef. One thing I paid attention to Joseph, Það var eitt sem ég tók sérstaklega eftir með Jósef. when he was in prison, the Lord is with Joseph. Þegar hann var í fangelsi þá var drottin með He Jósef. went through trouble, the Lord is with Joseph. Hann gekk í gegnum erfiðleika og drottin var með Jósef. He was thrown in the pit, the Lord is with Joseph. Hún var hent í gryfjuna en drottin var með Jósef. Every time he was in trouble, the Bible says the Lord is with Joseph. Í hvers skipti sem hann lenti í ykkur vandamálum þá segir Biblían að drottin var með Jósef. But when he became a prime minister, En þegar hann var forsætisráðherra, the Lord doesn't say anymore. þá segir drottin það ekki lengur. You cannot find the phrase, the Lord is with Joseph. Þá finnur ekki lengur þessa setningu að drottin var með Jósef. I got surprised. Ég var hissa. I fasted and prayed for 1 week for that answer. Ég fastaði og baði í heila viku til að fá svar við þessu. I wanted to know why you didn't say. Ég vildi fá vita af hverju sagður það ekki. When the guy became a prime minister, how come you're not telling him the Lord is with Joseph? Þegar var forsætisráðherra, af hverju sagður ekki við hann að drottin væri með Jósef? See, I want to know from the person who wrote the Bible, you see. Mér langaði að fá svari frá einstaklingunum sem skrifaði Biblíuna. Amen. Amen. Don't have to ask Google. Það þarf ekki að spyrja Google. Ask God. Spurðu Guð. Amen. Amen. Don't do the first thing. Go and ask Google why. No. Ask the person who wrote the Bible. Ekki láta fyrsta sem hún gera að fara í Google að finna svari við því heldur farið beint til þanns sem skrifaði Biblíuna. This is what the Lord Jesus told me. Þetta er það sem drottin Jesús sagði You við see, mig. when you're going through your down moments of your life,
Þegar þú ert að gangi gegnum erfiðu tímana í lífið þínu, the Lord will keep encouraging you that He is with you. þá heldur Drottinn áfram að hvetja þig að hann með þér. He will tell you 1,000 times if you need to hear Him. Hann mun segja það 1000 sinnum ef þú þarft að heyra það. I am with you. Ég með þér. I am with you. Ég með þér. I am with you. Ég með þér. But when you are lifted up, En þegar þið búið að lyfta þér upp, you must tell the world, þá þarf þú að segja heiminum. I am with Jesus. Ég með Jésu. I am with God. Ég með Guði. I am with Him. Ég með honum. Amen. 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 Never forget for why God raised you up. Þú mátt aldrei gleyma því af hverju Guð reisti þig upp. It is not because you are a smart person. Það ekkert að þú ert gáfaður einstaklingur. Because the hand of God is upon your life. Heldur vegna þess að hönd Guðs yfir lífið þínu. And the mercies of God comes and touches you. Og náð Drottins kemur og snertir við þér. The Bible says when God whistles, En Biblía segir þegar Drottinn hvíslar. behold, quickly, speedily they come. Sjá, þeir koma hratt og skyndilega. Is the Icelanders listening to me today? Eru Íslendingar að hlusta á mig í dag? It seems to me you have a problem with your timing. You don't come quickly. Þegar vandamál með tímasetningar ykkar, þið komið ekki tímalega. You don't know how to respond speedily. Þið kunnið ekki að bregðast hratt við. Are you listening? Eru það að hlusta? You see, God Þið sjá- is training the army. Þið sjá að Guð að þjálfa upp herinn. There is a time to come slow, but there is a time to come quick before God. Það tími til að koma hægt, en það líka tími til að koma hratt frammi fyrir Guð. And he doesn't need to scream. He has to whistle, and the army will appear. Hann þarf ekki að öskra, heldur þarf hann bara að blístra og þá kemur herinn til hans. Amen. Amen. That is why sometimes when you are talking to people, Og þess vegna stundum þú ert að tala við fólk. the invisible hand of Jesus will touch you and you will withdraw yourself. Þá kemur einn ósýnilega hönd Jesú og snertir og þú dregur þig til hliðar. Sometimes when you are keep talking unnecessary matter, the Spirit of God will grieve and you will stop. Stundum þú ert að tala hluti sem skiptir ekki máli, þá kemur nærvera Drottins og þú stoppar. When people try to fish information out of you, the Lord will come and block that conversation. You know the Lord is in between you. Þegar fólk að reyna að veiða upplýsingar úr þér og Drottinn kemur þá á milli ykkar þess að hann veit hvað í gangi. Hallelujah. Because God is training us with His whisper. Þess að Drottinn að þjálfa okkur upp með hans hvísli. Prophetic people, they like to be alone all the time. Spámanlegt fólk það vill fá að vera eitt stöðuglega. So I want to remind us, Þannig ég vil minna okkur á, you can be alone, but you cannot be lonely. þú getur verið einn en þú mátt ekki vera einmanna. Amen. Amen. Don't be lonely. Ekki vera einmanna. Come together. Komið saman. Encourage one another. Hvetji hvort annað. Amen. Amen. The Bible says, do not neglect coming together. Biblía segir þið skulu ekki gleyma að koma saman. Because in this end times, all kinds of spirits are speaking like the angels. Þannig að á þessum endatími þá eru alls konar andar sem koma og eru að tala. I want to give you an understanding. Vil ykkur að gefa ykkur ákveðin skilning. I've been a minister for many years. Ég hef verið að þjóna í fjöldamörg I've ár. been a pastor for many years. Ég hef verið forstöðumaður í mörg ár. I've planted many churches. Ég er búin að planta mörgum And kirkjum I'm saying those words with burden. og ég er að segja þessu orð með ákveðin þunga. When a person has a wrong spirit, Þegar einstaklingur í röngum anda, it will always attract the wrong spirit. þá mun það alltaf að laða fram að ranga anda. When you have a wrong spirit, Þegar þú hefur rangan anda, only seducing spirits will come and talk to them. þá mun bara tælandi andar koma og tala til þín. There is no way Það engin leið a wrong spirit, að rangur andi an angel will come and talk to them. og engil kemur og tala við hann. Because angels, they repulse themselves when there are disobediences in your life. Þess að englar þeir fara í burtu frá þér þegar það óhlýðin í lífið þínu. What you do on earth matters to God. Það sem þú gerir á jörðinni skiptir Guð máli. I can prove to you through the scripture. Ég get sannað það fyrir þér í gegnum ritninguna. Do you want to see? Viljið þið sjá það? Amen. Amen. You must say amen. I won't give you free things, bro. Þið verðið að segja amen, ég ætla ekki að gefa ykkur eitt frít.
Amen. Amen. Show you before we go there. Psalms 15. Sálmur 15. Go to Psalms 15. David is praying, Davíð að biðja. Lord, who can dwell in your presence? Drottinn, hver fara að gista í tjaldið þínu? He's asking God, Hann að spurja Guð. how can I come there? Hvernig get ég komið þangað? Listen carefully. How can I come there? Hlustið vel, hvernig get ég And komið how þangað? can I stay there? Og hvernig get ég verið þar Not kjör? just visit, come and go. Ekki bara komið í heimsókn og farið But how aftur. can I live with you? Hvernig get ég búið með þér? Now, if you are God, what will you say? Ef þú ert Guð, hverju svarar þú þá? If my children ask me the same question, Ef börnin mín spurja mig þessa spurningu, I'll give them an answer. þá gef ég þeim svar. Pray more, read the Bible more, you got to fast more. Biðji meira, lesi biblíuna meira, fastið meira. But you know what God is saying? En vitið hvað Guð er að segja? Verse 2, he who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart. Í versi 2, sá er framgengur í flekkleysi og iðkar réttlæti og talar sannleik af hjarta. Who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend. Sá er eigi tala ró með tungu sinni, eigi gjörir öðrum mein og eigi leggur náunga sínum svívirðing til. In whose eyes a vile person is despised, who honors those who fear the Lord. Sem fyrirlítið þá er illa breyta, en heiðrar þá er óttast drottin. Do you know what verse 4 means? Vitið hvað vers 4 þýðir? It means if God says something is unholy, you also must say it is unholy. Það þýðir að ef drottin segir að eitthvað sé vanheilagt, þá verður þú líka að segja að það sé vanheilagt. You cannot be a child of God and say okay to the gay movement. You can't. Þú getur ekki verið barn Guðs og sagt samþykkt það sem óvinnurinn er að segja, djöfullinn er að segja. I know sometimes we don't agree. Ég veit að stundum erum við ekki sammála. It doesn't matter what you think, bro. Það skiptir ekki máli hver þín skoðun I er. wanted to see what God is saying. Það eina sem skiptir er hvað Guð er að In other segja. words, you will say what is wrong and you will honor what is right. Með öðru orðum, þú segir það sem er rangt og þú heiðrar það sem er rétt. And then the Bible says, listen, those who swear to his own hurt and they will not change. Og sem segir Biblían, sá er sver sér í mein og bregður eigi af. In verse 5, he who does not give his money at interest and he will not take a bribe against the innocent. Og í versi 5, sá er eigi lánar fésitt með okri og eigi þykkur mútur gegn saklausum. And he who does these things will never be moved. Sá er þetta kjörir mun eigi haggast aldur. So I asked the Lord the same question. Þannig ég spurði drottin sömu spurningar. But you're not answering David. En þú ert ekki að svara Davíð. He asked one question, but you are telling all the different answers. Hann kemur með eina spurning og þú ert að koma fullt af mismunandi svörum. Again, I waited before the Lord. Enn og aftur þá fór ég fram með fyrir drottin. You know what the Lord said? Vitið hvað drottin sagði? You see, what you do on earth matters to heaven. Það sem þú gerir á jörðinni skiptir máli fyrir himnaríki. The condition of your personality will allow whether you go into God's presence or you are rejected from God's presence. Hvernig persónuleikin hefur að gera með hvort það sé hleypt að nærveru drottins eða ekki. You cannot be humble before God and so prideful before men. Þú getur ekki verið auðmjúkur frammi fyrir drottni uppfullur af stolti frammi fyrir mönnum. Your pride will reject you from the presence of God. Stoltið mun hafna þér frá nærveru drottins. Your pride will make you to be afraid of God. You will never come close. Stoltið færði til þess að vera óttast drottin og þú ferð fjarri honum. And so to answer the question simply, Og til að svara spurningun á einfaldan máta, if you walk right with God and with your fellow men, you will come inside. ef þú gengur rétt með Guði og fólkinu sem er í kringu þig, þá myndu ganga inn fyrir. Amen. Amen. Why is this important? Af hverju skiptir þetta máli? Because there are many people coming to church but they live wickedly. En það eru margir sem koma í kirkju en þeir lifa í ílsku. They lie through their teeth. Þeir eru að ljúga stöðugt. They lie about everything. Þeir eru að ljúga hvað sem er. It doesn't offend them when they lie in their workplace. Og það móðgar þá ekki að heyra legar á vinnustað sínum. It does not make them afraid when they lie to men of God. Og þeir óttast ekki þegar þeir byrja að ljúga að manni Guðs. But God is watching.
En Guð, hann að fylgjast með. God is watching. Guð að fylgjast með. No wonder they can't sense God's presence. Það ekki skrítið að þeir grein ekki nærveru Guðs. No wonder when they pray, they are so far away from the presence of God. Það ekki skrítið að þegar þeir byrja þá eru þeir langt í burtu frá nærveru Guðs. When you sing worship, one song, half song, they already cannot connect anymore. Og þeir að syngja lofgjörð í einu lagi, þeir komast bara í gegnum hálft lagi og þá geta þau ekki meira. Have you ever wondered why? Hefur einhvern velt fyrir þér af hverju það er? Why I can't connect to God when the worship is going on? Af hverju get ég ekki tengst við Guð þegar lofgjörð er í gangi? Because there are things inside that is blocking. Þannig að það eru hlutir innra með þér sem er að hindra það. And tonight, ask God to clean us up. Og við skulum biðja í kvöld að Guð hreinsi þetta í I've burtu. been taken up to heaven. Ég hef verið tekin upp til himna. I've seen the mansions that God is preparing for His children. Ég hef séð húsið sem Guð er að undirbúa fyrir börnin sín. Heaven is a real place. Himnaríki er raunverulegur It is staður. not a magical fantasy. Þetta er ekki eitthvað svona töfra ævintýri. I've seen many cities in heaven. Ég hef séð fjölmargar It is by borgir á the himnaríki. mercy and the grace of our Lord Jesus Christ that He has shown me. Og það er þessi miskun og náð Guðs sem hann hefur sýnt mér. Heaven is a real place. Himnaríki er raunverulegur staður. My mother just passed away 2 years ago. Móðir minn lést fyrir 2 árum síðan. A woman who lived for God. Kona sem lifði fyrir Guð. Woman who prayed for us. Kona sem bað fyrir okkur. I miss her prayer. Ég sakna bænan hennar. No matter what I do, I will call her and ask, can you please pray? Sama hvað ég var að gera, þá hringdi ég alltaf í hennar og sagði, getur þú beðið? Sometimes my mother will say things that I'll get very angry. Stundum þá sagði mamma hluti og ég var mjög reiður út í hana. Angrily, I will say, okay, now just pray. Og ég var mjög reiður, svo allt í góðu lagi, ég fer bara að bið. Because when she prays, heaven comes. Þess að þegar hún bað, þá kom himnaríki niður. When she went to the hospital, she told us, Þegar hún fór á spítalan, þá sagði hann okkur, if my heart stop, don't get me back. ef hjarta mitt stöðast ekki, taka mig tilbaka. My whole life I've been waiting to see Jesus. Allt líf mitt er ég búin að bíða eftir að hitta Jesú. And when it stops, don't call me back. Og þegar hjarta stoppað, ekki endurlífga mig. Oh my goodness, can you believe that? Getið þið trúað þessu? Amen. Amen. Can you say the same way? Getið þið sagt það sama? You know, sometimes we are frightened. Stundum þá erum við hrædd. If there is fear, Ef það er ótti, then we are not ready yet. þá erum við ekki tilbúin. God won't call you if you are not ready. Guð mun ekki kalla þig ef þú ert ekki He's tilbúin. given you this time to help us to become ready. Hann hefur gefið ykkur þennan tíma til þess að undirbúa ykkur. Amen. Amen. Bro, I'm not asking you to die. Ég er ekki að biðja að deyja. I'm asking you to bring some devils down before you go. Ég er að biðja að taka niður nokkra djöfla áður en þú ferð. Hallelujah. What time is it? Oh, 10 more minutes, but we are going good, huh? 10 mínútur viðbót. Are you enjoying the word of God? Er það að njóta Are you being orðguðs? strengthened by the word? Er það að fá styrk fyrir Now, orðguðs? I won't take too much of time, but when I'm finished, we just quickly pray, okay? Mér langar ekki að taka ólanga tíma en mér langar að klára þetta og sem biðjum við. We also have time tomorrow and Saturday, 2 services. Don't miss the meetings. Come. Við höfum tíma á morgun og síðan 2 stundur á laugardaginn. Ekki missa af þessu, komið But þig. now I want to show you the false experiences the enemy will bring. En nú langar bara að sýna ykkur þessar fölsku upplifanir sem óvinnurinn kemur með. First, he will try to whisper things. You got to pay attention. Fyrst þá byrjar hann að reyna að hvísla þér, þú verður að fylgjast vel með. You know, some people, they always talk like that. Það eru sumir sem tala alltaf svona. When God speaks to you, Þegar Guð tala til þín, are you God ert þú Guð or you are someone else? eða ert ykkur annar? I need confirmation. Ég þarf staðfestingu. No, it's good. Það er í góðlegi. But I want to ask you, En mér langar að spyrja þig. when your wife talks to you, Þegar konaðinn tala við þig, do you ask the same way? spyrðu sömu spurningar? Are you the one? Ert þú Or manneskjan? the devil is speaking through you? Eða er djöfullinn að tala í gegnum Or þig? my mother-in-law is speaking? Eða tengdamóður mín að tala? Bro, you'll give you one punch, then you'll Tilbúin know. að kýla þig niður. Because you know your spouse. Veistu, þú þekkir maka þinn. You know the tone. Þú þekkir raddblægin. And I know the voice of my Savior. Og ég þekkir rödd frelsara míns. I don't need to have too many confirmation. Ég þarf ekki á mörgum staðfestingum að halda. I know the voice of my Savior. Ég þekkir rödd frelsara míns. It is time that we walk as adult children of God. Það er komið tíma að við göngum fram
sem þrosku börn Guðs. Don't behave like a baby all the time. Ekki hegða eins og barn stöðulega. You know what Paul said? Veistu hvað Páll sagði? I came to you Ég kom til þín to give you the meat. til að gefa þér kjötið. But when I saw all this rumbling amongst you, Og síðan sá ég alltaf þess að þræta á meðal ykkar. I decided to give you milk. Og ég ákvað að gefa þér mjólk. You see, when we live like a child, you will lose spiritual revelation. Þess að ef þú lifir eins og barn, þá myndu missa af andlegum opinberunum. And so tonight we have to say, God, I want to grow up. Og þannig að í kvöld þá þurfum við að segja, Guð, mig langar að vaxa úr Give grasi. me your wisdom. Gefðu mér visku þína. Pull me up and drag me up. Tósaðu mig upp og dragðu mig upp. Amen. Amen. I want you to pay attention to a very important thing. Mér langar að taka eftir mjög mikilvægum hlut. Unless the Holy Spirit teaches us, we will never know this. Ef heilagur andi kennir okkur ekki, þá munum við aldrei vita þetta. In verse 15, Í vers 15. a spirit glided by my face. Það var andi sem kom og fór fram hjá andliti mínu. Pay attention now. Takið vel eftir. A spirit just glides by my face. Það er andi sem kemur og fer svona fram hjá andliti mínu. So people say, oh, maybe it's an angel. Og fólk segir, kannski er þetta englar. Angels don't do that. Englar gera þetta ekki. They will appear and talk. Þeir birtast og tala. When they finish the message, they will leave. Þegar þeir klára að koma fram með boðskapinn, það fara þeir. You cannot tell the angel, hey, let's go for coffee. Þú getur ekki sagt við engil, hei, komdu og fáðu kaffi með mér. They will not waste a second in heaven's time. Þeir eigða ekki sekúndu að tímanum frá himnaríki. Now this guy is giving a good advice. Þannig að þessi maður er að gefa gott ráð. Then suddenly he's having an experience. Og skyndilega þá hefur hann ákveðna upplifun. A spirit glides past my face. Það er andi sem fer fram hjá andliti mínu. The hair of my flesh stood up. Hárin á húðminni risu. What Hárin did I risu. tell you earlier? Hvað sagði ég ykkur áður? Pay attention. Fylgstu vel með. Because it doesn't sound like God. Þess að það sem hljómar ekki eins og Guð. Usually when demonic spirits are there, you will get too excited, the hair will stand. Og yfirleitt þegar djöflar eru í andrúmsloftinu þá rísa hárin. They don't glide around like playing skating. They will stand and talk to you. Þeir munu standa og tala beint til þín. Englar. Then he says another thing. Síðan segir hann annað. The spirit stood still. Andinn stóð kjur. I could not discern his appearance, Útlitið þekkti ég ekki. but there was a form in front of my eyes, like a figure. Einhver mynd fyrir augum mínum, ég heyrði ymjandi rödd. Then there was a voice. Ég heyrði ymjandi rödd. There was a silence, and then I heard a voice. Það var Okay? fyrst þögn og síðan heyrði ég rödd. In spiritual experiences, all these are important. Í andlegum upplifunum þá skiptir þetta allt miklu máli. That is why God is teaching us tonight. Þess vegna er Guð að kenna okkur þetta í kvöld. Then the question number 17, verse 17. Sen er spurningin í versi 17. The Spirit is speaking to this man, and this man is telling Job, Andinn er að tala til þessa manns og maðurinn er að tala við Job. can a mortal man be right before God? Er maðurinn réttlátur fyrir Guði? Can a man be pure before his maker? Nokkur mannkinn trein fyrir skapara sínum. Now, Old Testament, no one. Gamla testamentið, enginn. New Testament, yes, through the blood of Jesus. Nýja testamentinu, já, í gegnum blóð Jesú. Amen. Amen. I want to encourage you, know your Bible. Mér langar að hvetja þið, þekktu biblíuna þína. Don't agree with the devil. Ekki vera sammála djöflunum. Every time the devil talks to you, he will talk to you without the blood of Jesus. Hverskið sem djöfullin tala við þig, þá tala hann við þig án blóð Jesú. He will drag you out from the blood and he will talk to you. Hann mun draga þig frá blóðinu og tala við þig. Romans 8:1 says, there is therefore no condemnation to him who is in Christ Jesus. Í Rómverjabréfinu þá segir það er engin fyrirdæming fyrir þann sem er í Kristi Jesú. You see that? Sjáu þið þetta?
You see how the spirits are lying to us and our children in these end times. Sjáu hvernig þessi andar eru í línu við okkur og börnin okkar á þessum tíma. Oh, God will not forgive us. Að Guð mun ekki fyrirgefa No okkur. one can be right before God. Það enginn sem getur verið staðið It's rétt very fyrir difficult to Guði. please God Það mjög erfitt að þóknast Guði. because these lying spirits will speak. Þessi lega andar að tala. And sometimes they will come in the night and come and harass your body. They say, oh, I had a visitation. Og stundu komið á nóttunni og þeir ráðast á líka með þú segir að ég fekk heimsókn. Guys, I wanted to remind us. Ég vil minna okkur á. You don't judge someone by the visitation. Þú dæmir ekki eitthvað af heimsókninni. You judge someone by the fruits they are bearing. Þú dæmir það af ávöxtunum sem þeir bera. Anybody can have a visitation. Það getur hver sem fengið svona upplifun. But fruits, only the mature people. En það koma ávöxtir bara frá fólki sem þroskað. Amen. Amen. If you are by the tree of God, life, the fruit is sweet. Ef þú ert við tré Guðs, þá eru ávöxtinni sætir. But you are by the tree of good and knowledge of evil, the taste is bitter. En ef þú ert við tré góðs og ills, þá bragðið mjög biturt. Jesus said, Jesús segir, by their fruits you shall know them. þú mun þekkja þá af ávöxtum þeirra. Amen. Amen. I have seen in visions many times. Ég sé þetta sínum margótt. Even this year, the Lord brought these apples towards me in a prayer. Jafnvel á þessu ári þá kom drottinn með epli frammi fyrir mér í bæinn. He asked me to taste two of them and tell me what's the difference. Og hann baði mig að smakka tvö þeirra og segja mér hver var munurinn á þeim. One was bitter. Annað þeirra var mjög biturt. What do you do when it's very bitter? Hvað gerur þegar það mjög biturt? You throw it. Þú hendir því. You don't eat it Þú borðar það ekki, unless you have other plans with it, nema þú hafa ykkur aðra áætlunni með það. But the sweet one you'll enjoy. En sæta epli, þú nýtur þess. Can I ask you a question tonight? Má ég spyrja það spurningu í kvöld? If the Lord Jesus will come and stand beside you Mun drottinn Jesú koma að standa við hlið þér. and take a fruit from your tree, Og ef hann tekur ávöxt af tré þínu, what will he taste? hvað mun hann bragða af? I pray in the name of Jesus. Ég bið að það verði sætur. Tonight the blood of Jesus will flow from the throne. Í kvöld mun blóð Jesú flæða frá The Spirit hásettinu. of God will flow fresh on us again. Andi Guðs mun flæða ferskur yfir Not okkur. through our own righteousness, Ekki gegnum okkar eigin réttlæti, but through the righteousness of Christ. heldur gegnum réttlæti Krists. So the enemy is asking this question. Þannig að óvinnurinn að spyrja þessa spurningu. Then I want you to pay attention to another one. Svo vil ég taka eftir öðrum hlut. Hey guys, are you listening? Eru það að hlusta? Look at verse 18. Horfið á vers 18. The Bible says, even in his servants, God puts no trust, and his angels he charges with error. Í versi 18, sjá þjónum sínum treystir hann ekki og hjá englum sínum finnur hann galla. Now you know who is speaking. Núna veistu hver að tala. Now you know exactly who is speaking. Núna veistu nákvæmlega hver að tala. You know why? Veistu Now the error is coming open and more open. Veistu af hverju þess að nú villan að verða meira opnari og opnari? Because Mr. Eliphaz is speaking to this demon. Vegna þessi maður að tala við djöflan. The more he speaks, the more the error is coming out. Því meira sem hann tala, því meira kemur það sem rangt fram. And I want to tell you in the name of Jesus. En ég vil segja þér í nafni Jesú. God trusts you. Guð treystir þér. He believes in you. Hann hefur trú á þér. He died for you. Hann dó fyrir þig. He's coming back for you. Hann að koma aftur fyrir þig. And he never will make an error in your life. Og hann mun aldrei gera einhverja villi í lífið He þínu. did not charge the angels in error. Hann sendi englan ekki út í There was villu. a rebellion and he judged the angels. Það var uppreist og hann dæmdi englana. And they were cast out. Og þeim var kastað út. But this demonic spirit En þessi djöfulegi andi will lie into your mind. sem kemur með lygi inn í huga Do you þinn. know he doesn't believe you? Þú veist hann trúið þér ekki. He has many. You doesn't need you. Hann hefur svo margan, þarf ekki að þér að You halda. give up, someone else will take your place. Ef þú gefst upp, þá kemur bara einhver annar í My þinn brothers stað. and sisters, today only you can do your job. Bræður og systur, það bara þú sem getur sinnt þínu starfi. Your anointing is yours and nobody can take it. Smörning þín þín, en það enginn sem getur tekið hana. Don't listen to lying spirits in this end time. Ekki hlusta á ljúgandi anda á þessum endur tímum. Everybody will say, oh, Pastor, I heard the voice of an angel.
Og það allir sem muni segja, pastor, ég heyrði rödd engla. Oh, God spoke to me. Guð talaði til mín. Then show the fruits. Sýndu þá ávöxtin Show af því. your obedience. Sýndu hlýðni If þína. God spoke to you, it must be right. Ef Guð talaði til þín, þá hlýtur það að vera rétt. Amen. Amen. And so when he was doing all this, Þegar hann var að gera þetta allt saman, I wanted to pay attention to what is coming down all the way. þá viljum við takið eftir hvað það sem að koma alla leiðina niður. What is God teaching us? Hvað Guð að kenna okkur? Discernment. Greiningu. These end times are end times of deception. Þessi endatímar eru endatímar blekkingar. Anybody who teach you, make sure you read the Bible for yourself. Sama hver að kenna þér, verður vissum að þú lest sjálfur Biblíuna. God is giving us a wisdom for spiritual fathers. Guð að gefa okkur visku fyrir andlega feður. Don't pay attention to personality. Ekki bara taka eftir persónuleikum. Pay attention to the spirit they carry. Taktu eftir andanum sem þeir bera. I was sharing with Apostle Bjarke. Ég var að deila með Bjarka. Recently, one senior man of God in America. Nýlega þá var eldri maður í Bandaríkjunum. Now with this, we will finish and we are going to pray. Og við ætlum að ljúka með þessu sem ætlum að biðja. Recently, he said it is okay to receive the mark of the beast. Nýlega þá sagði hann að það allt í lagi að taka við merki dýrsins. Is it okay? Það í lagi? What do you think? Hvað finnst Maybe it's ykkur? okay. Kannski það allt í lagi. Bro, if you don't know what to say, just say no, okay? Ef þú veist ekki hvað að segja, segðu bara nei. You don't even have to guess what to say. Just say what everybody say, no. Þú þarft ekki að giska hvað að segja, segðu bara það sem hinir sögðu nei. How can a senior man of God say those things? Hvernig getur maður Guð sagt þessa hluti? I want to encourage my fathers and mothers who are here with me. Ég vil hvetja feðunar og mæðunar sem eru hérna með mér. When you get older, Þegar þið verða eldri, you will be challenged. þá mun koma áskorun. The enemy will speak confusing words in the mind. Óvinnur mun tala ruglandi orði í huga þinn. Don't listen to your mind. Ekki hlusta á huga þinn. Listen to this. Hlusta á þetta. Pay attention to this. Takt eftir þessu. Again, you must go like a baby and just believe everything this word says. Þú að verða eins og barn og taka allt og lesa allt sem þetta orð að segja. This guy is saying, oh, it's okay. God didn't say. Þessi maður að segja að þetta sé í lagi. He said in the end time, some people will take to save others. Hann sagði að á endatíma þá mun sumir taka merki til þess að bjarga öðrum. You know why I was so broken when I was listening? Vitið af hverju ég var svo niðurbrotin þegar ég var að hlusta á þetta? 95% of his audience are people in their 70s and their 80s. 90% af fólkinu sem var að hlusta á hann var fólk sem var á 70 og 80 aldri. And they are listening. Og þau voru að hlusta á þetta. And they say, amen. Og þau sögðu amen. They have an open Bible. Þau voru með að opna biblíuna sína. You see how deception will step in. Sjáu hvernig blekking getur komið inn. He'll say, but he's a senior man. Bro, who are you? Og þau segja, já, þetta þroskaði maður Guðs. Hver þú eiginlega? Every man must come and stand before the word. Sérhver maður mun þurfa að standa fyrir orðinu. We have to stand before the throne of Jesus Christ. Við verðum að standa frammi fyrir hásæti Jesú Krist. Now can we stand up together? Getum við núna staðið upp saman? I'm going to take a moment to pray. Mér langar að taka smá tíma og biðja. Tonight, don't give up your baton. Í kvöld, ekki gefa kyndil þinn. Don't give up your run for Jesus. Ekki gefa upp þitt hlaup fyrir Jesú. God has called you. Guð hefur kallað þig. He has spoken to you. Hann hefur talað til þín. Don't give up. Allow any seducing spirits to come near you. Ekki lifa neinum tælandi öndum og koma nærri þér. Could you take a moment to speak to Jesus? Tökum smá tíma og tölum til Jesú. Tonight is you and God time. Í kvöld þá þetta þú og Guð tími. I'm not going to pray for anybody now. Ég ætla ekki að biðja fyrir neinum núna. But the Lord himself who loves you will speak to you. Þess að sá sem elskar þig, hann þráir að tala til Because the þig. angels are all around this place. Þess að englarnir eru út allt á þessu The stað. presence of God is flowing like a river into this hall. Það nærvera Guðs að flæða eins og á hérna From the moment we started the service, frá þeim tímapunkti þegar við byrjum the þessu oil samkomu. of heaven is here.
Það var drottin himnanna hér. There are many who are going through so much of condemnation in your heart. Það eru margir sem að gangi gegnum fyrirdæmingu í hjarta sínu. Tonight, throw that spirit away. Í kvöld skaltu henda þessum anda í burtu. Bind that condemnation. Þú það binda þessa fyrirdæmingu. Jesus died for me. This I know. Jesús dó fyrir mig, þetta veit ég. Hallelujah. I know I've been forgiven by the blood of Jesus. Ég veit að mér hefur verið fyrirgefið fyrir blóð Jesú. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. God is raising an army Guð að reisa upp her for Iceland. fyrir Ísland. Nobody else is going to come and fight for you, bro. Það er engin annar að fara að koma og berjast You've fyrir got þig. to fight for your own country. Þú verður að berjast fyrir þinni þjóð. This is your problem. Þetta er þitt vandamál. You are the Lord's army. Þið eru her It doesn't drottins. matter you are big or small. Það skiptir ekki máli hvort þið stóra God eða is lítill. looking for young Davids today. Guð er að leita að ungum Davíðum í dag. God can command the teeth to be healed in Jesus' name. Guð getur fyrirskipað að fá lækningu í Jesú nafni. The authority of God can come among the older lions once again. Yfirvald Jesú getur komið yfir öldruðu ljón enn á ný. God can give a pure anointing upon the woman again. Guð getur komið hreina spurningu við konuna enn á ný. The power of God will protect our children in the schools again. Kraftur Guðs mun venda börn okkar í skólanum enn og aftur. Hallelujah. Halleluja. God has the power. Guð hefur kraftin. When you pray, Þegar þú biður, He has the power þá hefur hann kraftin to change. til að breyta. Tinemandora sabolimite. Mind Dios, natanandolo buroboto. Would you lift up your hands and speak to Jesus? Vil ég lyfta upp höndum ykkur og tala við Just for a Jesú? few moments. Bara í smá stund. Lord, give it back to me. Drottin, gefðu þetta aftur til What mín. I have lost, give it back to me. Það sem ég hef tapað, gefðu In mér the það mighty aftur. name of Í Jesus, einu öfluga nafni give Jesú. it back to me. Gefðu mér það aftur. Gifts of the Holy Spirit, Gjafir heilags anda. the boldness of the Spirit, Djörfung andans. the faith that you used to have, Trúin sem ég átti. the love for the Word of God, Kærleikurinn fyrir orðið Guðs. the love for your fellow men, Kærleikurinn fyrir samferðamönnum the mínum. love for the house of God. Kærleikur fyrir húsi Guðs. Give it back to me. Gefðu það aftur til A mín. new anointing, Ný smurning. a new outpouring. Þú úthellir. Let the Spirit of God fall afresh on me. Láttu anda Guðs falla In the á name of ferskan máta Jesus. yfir mig í Jesú nafni. In the name of Í Jesus. nafni Jesú. In the name of Í Jesus. nafni Jesú. Hallelujah. There is a father. Það er faðir. Your son refused to talk to you. Sonurinn neitar að tala við þig. And the guilt is eating you up. Og sektarkenndin er að geta þig upp. Today, if you would believe, Í dag skaltu trúa the angels of restoration will come að englar endurreisnar munu and koma heal the heart of your son. og lækna hjarta sona þíns. And he himself will be reconciled. Og hann sjálfur mun sættast. Because God promised Þess að Guð in the lofaði last days, á síðustu I dögunum. will turn the heart of the fathers towards the son, Þá mun ég snúa hjörtu feðrana til sonana. and he will turn the sons toward their Og fathers. snúa hjörtum sonana til föðusins. There will be a healing and restoration. Það verður lækning og endurreist. Ilemetani sokone, prasanda rashiterie, oh mahataya, ilemenda harasete. You know, one of the things that the Lord is saying, Það drottin er að segja, there are many here, you don't believe in many, many things. það er mörg ekkert hér sem trúið ekki á mjög marga hluti. But tonight, if you would believe, En í kvöld, ef þú myndir the vilja Spirit trúa of the Lord will come upon you. og andi drottins mun koma yfir þig. The Lord is going to heal many families. Drottin ætlar að lækna margar fjölskyldur. There's going to be a love that He will pour into your hearts. Það verður kærleikur sem hann mun úthalli við hjarta þitt. My brothers and sisters, Bræður og systur, your husband is not the enemy. eiginmaðurinn er Your ekki wife is óvinnurinn. not the devil. Kona þín er ekki djöfullinn. I want you to fight the demonic powers Ég vil þú berjast gegn djöfull á in the name valdinu. of Í Jesus. nafni Jesú. Bind them and throw them out. Skal binda það og henda þeim út. Your house is a place of Jesus. Hús þitt er hús Jesú. It's a place where angels will come. Það er staður þar sem englar munu Your koma. house is a place of healing. Hús þitt er hús lækningar. It's a place of Það er encounters. staður þar sem að Guð mætir. A place of solutions. Staður þar sem koma lausnir. A place of peace. Staður friðar. There is a
a mother who's praying, God, give divine dreams to my daughter in the room. Það móðir sem er að biðja út, Drottin gefðu guðlega drauma til dóttur minnar. You are all the time praying for your daughter to have divine dreams. Þú stöðt að biðja fyrir dótturina að hún fá guðlega drauma. You keep praying for the room. Þú heldur að hún að biðja fyrir The Lord is herberginu. asking, Drottin er að spurja, what about the whole house? hvað með allt húsið? What about God giving dreams to you? Hvað með að Guð gefi þér drauma? Why are you not praying for yourself? Af hverju því að biðja fyrir sjálfur Don't þér? I love you as much? Elska ég þig ekki jafn Don't I mikið? care about your house? Elska ég ekki hús þitt? This house I've given to you. Þetta hús hef ég gefið þér. Ina mundia ena ndolonda ino krasile behemo shatini endarabaha broto. No one can take away what I have given to you, says the Lord. Drottin segir það er enginn sem getur tekið burtu það sem ég The hef gefið presence þér. of God is filling this place. Nærvera Drottins er að fylla hennan The stað. presence of God is filling this place. Nærvera Drottins er að fylla hennan stað. To this mother, the Lord is saying, Drottin er að segja til þessara móður. you have forgotten how much I love you. Þú hefur gleymt í hversu heitt ég elska þig. You have forgotten to ask me. Þú hefur gleymt að spurja mig. But tonight I will pour my spirit upon you again. En í kvöld mun ég útella anda mínum yfir þig á enn og Tonight ný. when your head hits the bed, Og þegar höfuð þitt leggst á koddan, you'll have a divine dream. þá myndu fá guðlega drauma. Heaven will speak to you again. Himnaríki mun Hallelujah. tala til þín á Thank you, ní. Father. Come on, somebody praise the Lord. Takk Faðir, ykkur lofa Drottin. Somebody praise the Lord. Mahatenenzoa. Izondolo boshendeya. The Lord is showing me about this ministry. Drottin er að sína mig varðandi þessa It þjónustu. will be a place of encounter. Þetta verður staður upplifana. No matter how the hearts are dried, Sama hvort að hjörtun séu þurr. there is an angel of encounter in the ministry all the time. Þá er engill sem að upplifana sem að er til staðar í þjónustunni stöðugt. Regardless what songs are you are singing. Alveg sama hvað lög þið er að syngja. The Lord promised, Drottin hefur lofað. I will open the heavens doors over your ministry. Ég mun opna himnadyrnar fyrir þér með þjónustu. Aramahabrata. Oh, the place of healing. Staður lækningar. Cancer being healed. Krabbamenn In the læknast. mighty name of Jesus. Í öfluga nafni A Jésu. place of healing. Staður A lækningar. place of encounter. Staður þar sem mæti Guð. Onda riteneme. Abakuna arazanda. I see the Lord is touching women's wombs and healing them. Ég sé að Guð er að snerta kvið kvenna og er að lækna þær. Somebody shout Ykkur hallelujah. hrópi halleluja. Hallelujah. Halleluja. Let the Lord touch us. Láttu Drottin snerta við okkur. There is a woman here. Það er kona hérna. Oh, I will not believe in any medical instruments. Ég trú ekki á eitthvað svona læknisfræðileg verkfæri. But tonight I'm asking you to believe in God. En í kvöld það byrðum að hafa trú á Guði. There is a brother. Það er bróðir. The Lord will restore what the devil has stolen double times to you. Guð mun endur reisa tvöfalt það sem djöfullin hefur stólið frá þér. Tonight, you will be restored. Í kvöld færðu endurreist. But you have to ask from the Lord. En þú verður að biðja Drottin. Ask Him, Biddan. restore unto me Endurreistu til mín. the joy of my salvation. Gleði frelsuna minnar. Thank you, Father. Takk Faðir. We praise you. Við lofum þig. We honor you for this time. Við heiðrum hans You tíma. love us more than we can think. Þú elskar okkur meira en við getum ímyndað okkur. You minister to us more than we can ask. Þú þjónar meira til okkar. We humble our hearts before you. Við auðmyggjum hjört okkar frammi fyrir þér. This house will be a house of visitation. Þetta er hús sem verður upplifanar God is preparing. vitjanir. Guð er að Preparing undirbúa. this ministry Guð er að undirbúa þessa þjónustu. for an outpouring of His Spirit. Fyrir úthellingu In andans. Deas note, Sharamahabrite, Linda Isonomohomoros Laiteniata. I give you all the glory. Ég geð þér alla dýrðina. We thank you and we honor you. Við þökkum þér og við heiðrum þig. We thank you for your love. Við þökkum þér fyrir kærleika þinn. In Jesus' Í name, Jésu nafni. everybody say, Og það allir að segja. Amen. Amen. Give the Lord a clap offering. Hallelujah.
so good. Þetta var svo gott. My heart is stirred. Það er bara hrist upp í hjarta mínu. I'm excited. Ég er spenntur. Aren't you excited? Eru þið ekki spennt? God is up to something good. Guð er að skipuleggja eitthvað gott. You know, I just want to encourage you. Please invite 1 or 2 friends to come tomorrow or on Saturday. Mér langar að hvetja ykkur að bjóða 1 eða 2 vinum annað kvöld og á laugardaginn. You know, I know that God is sending people to us that we need to listen to. Ég veit að Guð er að senda fólk til okkar sem við þurfum að hlusta á. And you are not here tonight because of a coincidence. Og þið eruð ekki hérna í kvöld út af einhverju tilviljun. This was a message that all of us needed to hear. Þetta var boðskapur sem við þurftum öll að heyra. And we receive it Við tökum á mótunum and we honor it. og heiðrum hann. So I want to invite you guys to sow into the ministry of Stephen. Þannig að mér langar að bjóða ykkur að sá inn í þjónustu Stephen. And so we're going to come with a card machine and so you can come and sow. But I want you, Við erum með- ask the Lord. Við erum með posa hérna fram þannig að getið komið að sáð en við viljum biðja drottin. Ask the Lord to show you an amount. Biddu drottin að sína þér upphæð. You know, people that come here and do ministry, Fólk sem kemur hérna og er að þjóna, you know, we need to pay flights and hotels and all sorts of stuff to do ministry. þau þurfa að borga flug og hótel og alls konar til þess að þjóna. And so we want to, yeah, please. So we want to be joyful and sow into what God is doing. Þannig að við viljum vera uppfull af gleði þegar við erum að sá inn í það sem Guð er að gera. We want to bless them for their ministry. Við viljum blessa þau fyrir þjónustu sína Continue to do that over the weekend. og við viljum halda áfram að gera það yfir helgina. Amen. Hallelujah. I trust that the Lord has spoken to you tonight. Ég treysti að drottin hafi talað til þín í kvöld. And I want to encourage you when you go home, Og mér langar að hvetja þig þú ferð heim you know, continue to be in fellowship with the Lord. að þú heldur áfram að vera í samfélagi við drottin. What is God aligning you up with? Hverja er Guð að setja í samfélag við? How is God and has God connected you? Hvernig hefur Guð og hvernig ætlar Guð að tengja þig? Who are you building with? Með hverjum ert að byggja? How are you establishing the kingdom? Hvernig ert að grundvalla ríkið? You know, the Lord hasn't called us to be observers. Drottin hefur ekki kallað okkur til þess að vera þeir sem fylgjast bara með. We are all partakers of building the kingdom. Við erum öll hlutakendur í því að byggja ríkið. Amen. Amen. We know there is a work day tomorrow, so we're not going to keep you here long. Við vitum að það er vinnudagur á morgun, þannig að við ætlum ekki að halda ykkur hérna lengi. So tomorrow there is a service at 7 p.m. Annað kvöld þá er stund klukkan 7 and then on Saturday at 1 p.m. og síðan laugardaginn klukkan 1 and 7 p.m. og 7 kvöldið. And like we said, please invite your friends to come. Og endilega bjóði vinum ykkur að koma. If you don't have any friends, ask the Lord to show you friends. Ef þið eigið enga vini, biðjið drottin að sýna ykkur vini. He will do miracles. Hann mun gera kraftaverk. Amen. God Amen. bless you and thank you so much for coming. Guð bless ykkur og takk kærlega fyrir að koma í kvöld. Amen.